Birna Sveinbjörnsdóttir. Þá voru það frú forseti borgarstjórn og borgarstjórn, þá voru þetta þær bókanir sem Framsókn og flugvallavinir gera og hafa ekki verið lesnar upp. Það varðandi tillögu gjaldfrjálst námsgögn. Framsókn flugvallavinir telja mikilvægt að Reykjavíkurborg sé í forystuhlutverki þegar kemur að því að tryggja að framkvæmdir rekstur grunnskóla sinna sé í samræmi við ákvæði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um gjaldfrjálsa grunnmenntun. Leikskólinn meirihlutinn í borginni virðist frekar vilja vinna að gjaldfrelsi valkvæðra menntunar heldur en að innbyrna lögbundnar skyldur sínar. Það að bíða eftir fjárframlögum ríkisins eða samningu við það hjómeitt miðað við það hagsmuni sem í húfi fyrir barnafólk í borginni. Þessi tillögur til þess fallin að tryggja jafnræði meðal nemenda og jafnan rétt til náms án tillits til efnahags foreldra. Forgangsröðu fjármuni í þágu barna og velferðar þeim málum sem Framsókn flugvallavinir teljum ætíð rétt að setja á oddinn. Síðan það bókun fjármál hverfanna. Hún svohljóðandi: fyrir rúmu 2,5 ári síðan eða þann 28. október 2014 óskaði áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallavinna í Hverfisræði Grafarvogs eftir upplýsingum 3 ára aftur í tímann heildartekjur borgarsjóðs vegna Grafarvogs og hverju væri stærsti útgjaldaliður borgarsjóðs snúa beint að hverfinu. Fyrirspurninu var aldrei svarað þó svo hún hafi verið ítrekuð en 28. apríl 2015 var óskað eftir hún send fjármálaskrifstofu og 15. desember 2015 án send stjórnkerfis- og lýðræðisráði þar sem að henni hefði ekki verið svarað. Sú málsmeðferðartillaga sem samþykkt var að vísa tillögunni til fjárhagsáætlunar því kærkomin og vonandi fæst fyrir niðurstaða þannig heldur en málþófskennd meðferð sem tillaga Framsóknar og flugvallavinna í Hverfisræði Grafarvogs frá 2014 hefur fengið í stjórnkerfi borgarinnar. Og síðan var ég búin að lesa upp í ræðunni tillögunni gjaldfrjálsari leikskóla. Flott, þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Þá hún lokið við það að gera grein fyrir bókun. Einhverju fleiri vilja koma hingað upp að gera grein fyrir bókunum sínum. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kynni hérna bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna lækkunar leikskólagjalda. Hún hljóðar svo: Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði gegn lækkun leikskólagjalda 200 milljónir króna þar sem full þörf á umræddum fjármunum til að bæta fjársvelta leikskóla borgarinnar. Væri umræddum fjármunum ráðstafað í þágu leikskólastarfs næmi viðbóta framlag rúmum 3 milljónum króna að meðaltali fyrir hvern leikskóla. Nefna má að viðhaldi fjölmargra leikskóla og leikskólalóðir ábótavant. Aðstæður starfsmanna eru víða ófullnægjandi og fjárveitingar til fæðiskaupa skornar við nögl. Rétt að nota umrædda fjármuni til umbóta á leikskólum í stað þess að lækka leikskólagjöld. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Lokið við það að gera grein fyrir bókun. Þá gerir Halldór Halldórsson grein fyrir bókun. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, það hér bókun vegna afgreiðslunni á vinnuskólatillögunni. Stutt í að þessi skólaári ljúki og grunnskólanemendur fari í sumarleyfi. Eins og fyrir sumur munu 14 ára unglingar í nær öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu streyma í vinnu hjá vinnuskóla síns sveitarfélags. En í Reykjavík, stærsta sveitarfélaginu, þurfa ungmenn á þessum aldri að sætta sig við að engin störf í boði fyrir þau vegna þess að árið 2011 var ákveðið að hætta að bjóða 8. bekkingu störf hjá skólanum og jafnframt var þrengt að starfsemi hans með því að stytta vinnutímann verulega hjá 9. og 10. bekk. Á undanförnum árum hefur umhirðu og viðhaldi verið verulega ábótavant í borginni og því veitir vinnuskólanum ekki af liðsauka. Reykjavíkurborg, stærsta sveitarfélagið, ætti að hafa burði til þess að bjóða sínum nemendum í 8. bekk vinnu ef minni sveitarfélögin hér í kringum okkur geta gert það. Lítið gefið fyrir þann fyrirslátt meirihlutans að ekki sé nægur tími til að undirbúa það að bjóða nemendum 8. bekkjar störf í sumar. Það venja meirihlutans þegar hann vill drepa málum á dreif að vísa þeim í starfshópa og stýrihópa
og málin hafa jafnan daga þar uppi eins og dæmin hafa sannað með margítrekaði fyrri tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að 8. bekkingum bjóðist sumarstörf hjá borginni. Meirihlutinn hefur haft nægan tíma til að endurskoða afstöðu sína og endurskipuleggja starf vinnuskólans eða allt frá árinu 2011. Það var borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við það að gera grein fyrir bókun. Það einhverjir aðrir áhuga á því að koma eitthvað upp að kynna sína bókanir. Ef svo er ekki, þá segi ég þessum fundi slitið klukkan 20 og... Nei? Hvað er nú? Vá, er að fara að blæða inn með mér? 17:23, ég set 17:33. Ég set takk fyrir að góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Meira rokk í Reykjavík.